Hugur að ægi gullið röðul blis. Vanga mín strýkur blærinn blíðri hönd og báran kveður vögguljó við fjarðar strönd.
Eftir bjartan daginn kemur nótt, ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Ég gái út gluggann minn, hvort gangir þú hlíðið þín. Mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar, ég reyndar sé þig allstaðar. Þá napurt það næðir hér og nístir mig. Við skulum við upphafið þessar athafnar helga okkur með því að segja öll saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, heilagi Faðir, við söfnum saman frammi fyrir augliti þínum. Þegar við komum saman til þess að biðja þig að blessa minningu Ingu Aðalheiðar Guðbrandsdóttur sem við kveðjum hér í dag. Ég bið þig að vera með ástvinum hennar öllum, leiða þau öll og láta þau finna að þú ert nálægur, þú líknar leiðir og styður. Þannig helgum við þér helga athöfn í Jesú blessaða nafni. Amen. Í Rómverjabréfinu standa þessi orð: Við eigum margvíslega náðargáfur, samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hann í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf skal gegna því, sé það kennsla skal sinna henni, sá sem hvetja skal, hann geri það, sá sem gefur sé örlátur, sá sem veitir forstöðu sé kostgæfin. Elskan sé flærðarlaus,
Hafið andstyð á hennu vonda en haldið fast við þið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni, verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra og leggið stund á gestrisni. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Amen. Í Davíðssálmum segir: Varveitið Guð því að hjá þig leita ég hælis. Ég segi við Drottinn, þú ert Drottinn minn, ég á engin gæði nema þig. Drottinn er hlutskiptið mitt og minn afmældi bikar, þú heldur upp í hlut mínum. Mér féllu að erðarhlut indæli staðir og arfleifð mín líkar mér vel. Ég lofa Drottinn mér hefur ráð gefið, jafnvel nætur er ég ámenntur hið innra. Ég hef Drottinn ætíð fyrir augum. Þegar hann mér til hægri handar skriðna mér eigi fótur, fyrir því fagnar hjarta mitt og sála mín gleðst og líkami minn hvílist í friði. Kunnan gerir þú mér veg lífsins, gleðig nóttir fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Amen. Sveitina kæru,
Skulum heyra upphaf fjallræðunnar og ég bið ykkur að rísa úr sætum á meðan. Þegar Jesús sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið, þar settist hann og lærisveinir hans komið til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði við þá: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeir mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki. Amen. Syngdu mig heim í heiðardalinn, þeim þráins heiðir og bráðum kemur vor. Þið vindar blása bláfjallasalinn, blómskrúði vefjast mín gömlu æsku spor. Syngdu mig heim yfir sólgullna leiðir, sveitin mín bíður í kvöldsins roðaglóð. Dalurinn ljúfi sem lokkar og seiðir, laðar mig brosandi heim á forna slóð. Syngdu mig heim í rauðkagrundir, gefðu mér bernskunnar unastraum á ný. Þá munu bíða mín fagnaðarfundir, fögur er sveitin mín iðjagræn og hlý. Brosandi vordagar bíða mín heima, burt vil ég halda af grárri kaldri strönd. Dýrasta ódáin sunaðinn geyma, æskunnar bros hýru sólskins draumalönd. Syngdu mig heim í heiðardalinn, heim þráins heiðir og bráðum kemur vor. Þið vindar blása bláfjallasalinn, blómskrúði vefjast mín gömlu æsku spor. Náðsýmið ykkur öllum og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Hver kynslóðin af annari er að lifa ótrúlega tíma. Fólk er að sjá drauma verða að veruleika og kynslóðin sem fæddist fyrir 80 til 100 árum hefur á öllum líkindum séð miklu meiri framfarir heldur en við sem yngri erum fáum nokkuð tíman að sjá. En það fylgir þessum framförum mikil hraðferð og það þarf sterka eiginleika á þessu ferðalagi til að missa ekki sjónar á gildum lífsins. Hver erum við? Hvert stefnum við? Hvert er hlutverk okkar í þessu lífi? Því miður er það allt og sjaldan sem við nemum staðar til að spyrja gildi lífsins. Það vantar að við setjumst niður til að hugleiða hvað það sé í raun sem er mikilvægast á þessu ferðalagi. Þið sem að búið í kyrrð sveitanna finnst að við borgarfólki séum allt á upptekinn við að elta eitthvað, hlaupa á eftir einhverju sem þó veit enginn nákvæmlega hvað er. Ykkur finnst erillin og umferðin í borginni bæði ærandi og stressandi.
En þið samþykkið aldrei þau fræði sem haldið fram að þessi mun lengra út á land heldur en utan á landi til borgarinnar. En í ljósi alls þessa, þá gott fyrir okkur borgarbúana að komast stundum út úr ísnum, komast í annað og kyrrlátara umhverfi. Og þá má gjarnan spyrja spurningana tilgang þessa lífs. Undanfarin ár þá hef ég haft það fyrir sið þegar ég hef farið hér að koma við hjá henni Ingu og þær stundir hafa verið með bæði gefandi og nærandi. Þetta að geta mætt brosin hennar, finna jákvæðni hennar, finna áhuga hennar og öllu fólkinu í fjölskyldinni og sjá hve virkun var í að skapa með handverki sínu og njóta ekki síður gjafmildi hennar, því við þekkjum það öll, hún vildi alltaf gefa eitthvað af sér til einhverja í hverri fjölskyldu. Og það var gott að sitjast niður með henni og sjá hvernig hún gat spurt af kærleika en ekki af forvitni. Stundum var ég eins og til hliðar þegar hún og Unnur kona mín settust niður og fóru að tala prjónaskap. Þær fóru inn í einhver munstur og aðferðir sem eru langt utan míns skilnings. Og ég get í einlægni sagt ykkur að alltaf þegar ég kom til hennar, það var eins og það sloknaði á þessum ís borgarlífsins. En það kom eitthvað annað í staðinn, eitthvað sem var miklu, miklu dýrmætara. Meira og mikilvægara en allt það sem við í borginni erum að hlaupa á eftir. Hennar umhyggja og nærvera kenndi mér sannarlega hvað mestu máli skiptir í samskiptum okkar hvert við annað. Þetta grunnurinn í því mannlífi sem við viljum öll taka þátt í. En þetta fjarri því okkar uppgötvun. Bókin Helga sem hér hvílir á altarinu, hún segir okkur þetta allt. Hún segir okkur hvað kærleikur. Hún minnir okkur á þakklæti og minnir okkur á auðmýkt. Hún hvetur okkur til að vera trú okkur sjálfum og reyna aldrei að vera önnur heldur en við erum sköpuð til að vera. Allt þetta kunni Inga. Hún og Hjalti lögðu saman grunn að fjölskyldu og fjölskyldulífi sem við mörg höfum fengið að njóta á margvíslegan hátt. Börnin sem komu ung á Hróðnýjarstaði vildu öll koma þangað aftur. Þau kom ekki síst vegna þess að þau fundu að þau skiptu máli og þau voru elskuð skilyrðislaust. Stundum ræddum við Inga trúna og eilífðina. Hún vildi aldrei gera mikið úr sinni trú, en sagði gjarnan að hún var að leggja sig fram að vera öðrum sá náungi sem skipti einhverju máli. Hún reyndi að leggja öðrum lið, vera öðrum til hjálpar og stuðnings. Svo bætti hún stundum við með brosinu sínu og glettnin í augunum. Ef til vill mér þetta liðka ofurlítið til þegar ég stend frammi fyrir gullnahliðinu þegar sá dagur kemur. Og svo bætti hún við í enn meiri glettni. Ef þú veist að ég gullvagnin á leið dalina, þá máttu alveg láta vita af mér, samt liggur mér ekkert á, en ég samt ferðbúin. Mín trú einlæg í því að hennar bíði opin hlið himins. Inga kenndi okkur hvað mestu máli skipti í lífinu, þessi trúmennska við Guð og menn, þessi tryggði landið okkar, sköpunarverkið og þessi grundtótt kærleikans að vera trú í stóru sem smáu. Þar voru þau Hjalti samferða og því má vel segja þau bæði. Þau gengu styrkastarfi með sterkum ljóssins her, en ykkar ástararfi við aldrei glötum hér. Inga Aðalheiður Guðbrandsdóttir var fædd í Lækjarskógi í Laxárdal 20. júlí 1929. Foreldrar hennar voru Ardís Magnúsdóttir og Guðbrandur Kristján Guðmundsson,
Systkin Ingu voru Guðrún Magnea, Magnús, Þuríður Sigrún, Kristín Þórhildur, Helga Áslaug, Guðmundur og Böðvar Hilmar og eru þau öll látin. Þann 13. júlí 1950 giftist hún Hjalta Þórðarsyni frá Hjarðarholti en hann var árinu eldri en hún. Foreldrar hans voru Nanna Stefánsdóttir frá Miðgörðum og Greinivík og Þórður Jónsson frá Hóli í Höfðahverfi. Börn Ingu og Hjalta eru Erna Kristín, maki hennar var Vésteinn B. Arngrímsson sem lést 2018 og börnin þeirra Hjalti, Berglind og Gunnlaugur. Barnabörnin eru 6 og 1 barnabarn. Þá er Bára, hennar maki Magnús Arngrímsson, börn þeirra Ardís Inga, Arngrímur og Arnþór og barnabörnin eru 8. Þá var Nanna sem lést 2008, maki Ólafur S. Guðjónsson, börnin þeirra Kristín Guðrún og Viðar Þór, barnabörnin 4 og 1 barnabarn. Þá er Smári, hans börn eru Kristinn Ólafur og Stella María og barnabörnin 4. Og yngstur er Sævar, hans kona María Ólafsdóttir og börnin Eva Dröfn, Birgitta Ír og Þóra Björg og barnabörnin eru 8. Inga ólst upp í Lækjarskógi og bjóð þar þangað til hún giftist og flutti í Hjarðarholt. Og þar bjuggu þau Hjalti til ársins 1967. En þá keyptu þau Hróðnýjarstaði í Laxárdal og þau voru sannarlega dugandi og kraftmikli bændur sem unnu hörðum höndum að því að byggja upp á Hróðnýjarstöðum því að þar voru öll hús byggð upp, túnin ræktuð og stækkuð og mikil rækt lögð við sauðfjárbúskapinn. Inga var sívinnandi og einstaklega dugleg kona og leið úrræða góð. Heimilið og búskapurinn var hennar vettvangur og á haustin vann hún gjarnan í sláturhúsi. Allt þetta væri sannarlega ærin starfi og vel það. En utan alls þessa þá voru hún mikilvirk í hannyrðum, prjónaskapur var þær í öndvegi og við erum örugglega mörg hér inni sem eigum einhverja flíkur frá henni. Það var ekki bara vettlingarnir hennar eða sokkarnir væru hlýir og mjúkir. Það voru einhverjir töfrar sem að fylgdu þeim. Eitthvað sem við fundum öll innra með okkur og erfitt getur verið að koma í orð. Það var einfaldlega hlýrra að fara í vettlingarna hennar en annarra. Inga hún gaf á kærleika og umhyggju og allir sem litu inn hjá henni þurftu að fá eitthvað. Hún var líka félagi í handverkshópnum Bolla og var þar meðan heilsa leyfði. Árið 1999 seldu þau Ingu og Hjalti Hróðnýjarstaði og flytja á Gunnarsbraut 3 í Búðardal. Þar áttu þau góð ár til 2015 að heilsu Hjalta fór að hraka. Þá fluttu þau í dvalarheimili Silfurtún en Hjalti lést 19. apríl 2015. Í Silfurtúni hefur Inga búið í 9 ár. Þar fannst henni gott að vera. Hún tók þátt í föndri og félagsstarfi sem í boði var. Og þar lést hún 17. september síðastliðinn. Og þegar við lítum öxl og horfum á ævistarfi hennar, þá var það allt gefandi og það var lifandi. Hún var alltaf að gefa af sér. Henni var alltaf annt okkur öll, hvernig okkur vegnaði og hvert við værum að stefna. Hún nam ekki staðar við erfiðleika og mótbyr í lífinu. Hún stóð styrk og var alltaf þess megnu að gefa af sér. Hún notaði rétt orðum hlutina og gat alltaf í einlægni sagt hvað henni bjó í brjósti. Og það má vera okkur öllum til lærdóms í erli og hraða lífsins að horfa til gleðinnar, vonarinnar og kærleikans sem við alla tíð fundum í hennar fari. Og tökum eftir að hennar líf var bundið einum dal og einni sveit alla tíð. Engu að síður hafði hún áhrif með lífi sínu og starfi langt út fyrir þau landamerki. Og þá getum við spurt okkur í einlægni, eftir hverju eru við að sækjast? Eftir hverju eru við að hlaupa í lífi okkar? Hvaða fjársjóð skildum við eiga í hjarta okkar þegar ævi okkar er öll? Og rétt eins og ég sagðist vera vissum
að hlið himins standi henni opin, þá er ég hins vegar ekkert viss hvað verður þegar ég standi í sömu sporum eða jafnvel þið. Ef til vill hafa hlaup okkar og stressum víðan völl ekki skila því sem mestu máli skiptir þegar okkar ævi er öll. Og okkur er öllum hollt að líta um öxl og spyrja um tilgang lífsins. Vera þakklát, vera auðmjúk, vera hjálpsöm hvert við annað. Þess alls hefði Inga óskað okkur til handa. Að lífið hennar hefði haft áhrif á okkur til einhvers góðs. Ekkert hefði glatt hana meira en að mega sjá okkur öll dafna og lifa í gleði og þakklæti, hvað svo sem kunni að mæta okkur á lífsleiðinni. Það má vel vera að æðruleysi, þakklæti og dugnaður séu orðin sem er svo rammi inn lífsgöngu hennar. Því að alltaf var haldið áfram, alltaf var eljan hennar til staðar í öllum þáttum lífsins, en ofar öllu, hún gleymdi aldrei kærleikanum. Kærleikanum sem borgarísinn og stressið segir okkur að sýna á morgun, að því okkur finnst á augnablikið sé allt og upptekið. En sannur kærleikur spyr aldrei um annríki eða yfirhlaðin verkefni. Sannur kærleikur, hann bregst alltaf við í núinu, í dag. Hann geymir ekki til morguns það sem hægt er að gera í dag. Og þannig sé ég lífið hennar. Ákveðin, stefnuföst, eljusöm, en alltaf umhyggjusöm. Já, ég geti lært margt af lífsgöngu hennar með því að horfa í sporin hennar og muna orðin hennar. Og ég veit að það getum við öll gert. Gleymum ekki kærleikanum í önnum dagsins. Við kveðjum Ingu hér í dag með þakklátum huga og byggjum þess að fríður megi vera með sálu hennar. Það eru nokkrir fjarstæddir sem ekki gátu verið hér og hafa beðið fyrir kveðju í dag. Einlæga kveðju flyt ég frá Öldu mágkonu hennar sem ekki gat verið með okkur hér í dag. Innileg samúðarkveðja frá Ingheiði Brá Laxdal og hennar fjölskyldu. Frá Önnu Sigríði Guðmundsdóttur sem er stödd á Spáni og sendir góða kveðju til ykkar í fjölskyldunni. Einnig er kveðja frá Guðbrandi Ólafssyni og Guðrúnu Jóhannsdóttur sem senda samúðarkveðjur. Og þá er kveðja frá Ólöfu Ólafsdóttur og fjölskyldu sem minnast góðrar frænku. Og svo verði ég að segja ykkur frá skemmtilegu bréfi sem ég fekk frá Danmörku, sem var skrifað á danskri íslensku. Og það var frá henni Lerke, sem kom fyrir 30 árum til þeirra hjóna og hefur alltaf haldið sambandi síðan. Og börnin hennar kölluðu Hjalta og Ingu af og ömmu á Íslandi. Hún sendir ykkur hlýjar kveðjur. Ég vildi geti lesið kveðjuna, því ég ætla ekki að gera því þið myndu öll veltast að hlátri. Það var svo skemmtilega og einlæglega skrifað. Og notaleg samskipt að eiga við hana þegar hún rifjaði upp allt sem henni hafði verið gefið. Hún sagði mér frá því að það hefði verið óskað eftir vinnumanni, en það kom vinnukona. Og þeim leist ekki alveg á þetta, en þau ákváðu samt að láta á það reyna og allir voru sáttir. Og þannig gæti hún sagt ykkur margar sögur og það voru einstaklega hlýjar kveðjur sem hún vildi senda til ykkar. Í minningu Ingu þá verður komið saman í félagsheimilinu Dalabúð og notið góðgerða og við erum öll beðin að kíkja þar við. Þegar að klukkur hringja í lok útfarar, þá eru þeir ekki bara að hringja til að hringja. Þeir eru að hljóma Guði til dýrðar. Þannig er það að kirkjan ómar öll og býður hjálp og hlíf og þessi klukknaköll boða hjálp og líf. Guð varveiti minningu Ingu í Jesú nafni og ykkur öll, kæra frændfólk, og vaki yfir ykkur öllum í Jesú nafni. Dýr sé Guði, Föður, Syni og Heilugum Anda aldir alda. Amen. Takið postulegri kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með ykkur öllum. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar og til veksanda líf þínum. Við þökkum þig Drottinn á kveðjustundu fyrir líf og starf Ingu Aðalheiðar Guðbrandsdóttur. Við biðjum þig að taka í móti henni til þinnar dýrðar. Gefa þau fái aftur, verið hönd í hönd og gengi þar þær lendur sem í eilíðin eru. Við þökkum þig fyrir vináttu hennar, umhyggju hennar og elsku. Og ég bið þig að blessa hópinn hennar, fjölskylduna hennar, sveitina hennar, já allt það sem hún lagði gjörfa hönd til á sinni vegferð. Og þannig trúum við því að heimkoma hennar verði örugg, björt og hlý. Og við skulum öll biðja henni blessunar með því að segja öll saman, uppátt og á hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Yndislega ættar jörð, ástar kveðju heyr þú mína, þakkar klökkva kveðju gjörð, kveð ég líf þitt móðir jörð, móðir bæði mild og hörð, mig þú takk í arma þína, yndislega ættar jörð, ástar kveðju heyr þú mína. Blessuð sértu sveitin mín, sumar vetur ár og daga, engir fjöllin áin þín, yndislega sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlægð draga, blessuð sértu sveitin mín, sumar vetur ár og daga. Lofaðu sig Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegu líkami. Veit henni Drottinn þína eilífu náð, lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Drottinn blessi þig og varveiti, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið, í nafni Guðs Föður, Sonar og eins heilaga anda. Amen. Uppvex á